Jæja, komið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðvarpið Söguskoðun með mér Andra Jónssoni og mínum ágæta vini Ólafur Ersi Arnaldsinni. Komdu sæl. Blessaður. Jæja, við erum mættir inga aftur eftir talsvert hlé hér í hlaðvarpinu. Já. Og gott að vera komnir aftur. Hvað segir Ólafur í dag? Já, mjög gott að vera komin aftur. Já, það er bara langt síðan við spjöllum síðast. Var það ekki bara eitthvað tjóman í febrúar eða eitthvað? Jó, ég held að það hafi verið í febrúar. Við vorum að ræða saman um Noreg í danska ríkinu. Já. Og svo hefur nú bara því miður verið þannig að stundum þarf maður að sinna öðrum verkefnum og þá er ekki tími fyrir hlaðvarpið en Nei. Við erum nú komin saman aftur hingað í dag og við sjáum nú fyrir okkur að það verði hægt að keyra áfram með svona nokkuð reglulega dagskrá hér með vorunu, það ekki Ólafur minn? Jú, við ætlum að gera það. Við setjum það nú í forgang og náum því að taka upp dótið á þáttu núna. Það þarf auðvitað ekki að hafa áhyggjur á þessu, hlaðvarpið Söguskoðun er langtíma verkefni. Það er það. Það stendur ekki á brauðfótum. Það stendur sko ekki á brauðfótum, getur sett þér. Þannig þó að við séum fjárvinnandi í nokkra mánuði þá komum við alltaf aftur sko. Já. Ákveðlega. Heyrðu, ertu ekki krossgátukall? Svona, langar mér að vera það en ég er það kannski ekki, það er mjög góð spurning að því við erum oft langað til þess að það er bara svo krossgátum, ég hugsa svona, þetta er góð heila leikfimi og eitthvað svona en ég verði ekki að það, ég hef aldrei verið neitt sérstöku krossgátukall. Eitthvað er með svona Sudoku og eitthvað er þetta Sudoku, heitir það ekki? Jú. Já, það vil ég ekki sjá. Nei. Það er alveg, það er ekki ég. Það var krossgátunar mikið mun áhugaverðari. Það veit. Herru, ég getur sagt það, þetta er nýjasta æði hjá mér núna sko. Já. Ég er alveg húgt á appi sem heitir íslenska krossgátur. Já. Það er þetta spila krossgátur og aðra krossgátuleiki og orðaleiki, orðala líka. Já. Og þá fær maður sko eina krossgátu á viku. Já. Og eina orðlu á dag. Já. Og svo fyrir lengra að komna þá getur maður keypt sér áskrift og þá fær maður sko eina krossgátu á dag. Já. Og ég er náttúrulega lengra komin núna sko, ég er alveg húgt á þessu sko. Já, ok, það Þannig að ég sitt upp í rúmi og hverju kvöldi að gera krossgátuna mína núna. Já. Já, en það er vitið maður, það er mikið meira vitið að gera eitthvað svona heldur en að vera dúmskróla eða eitthvað annað, þetta er skemmtilega heilaleikum í. Já, og svo er líka mikilvægt fyrir svona hlaðvarpsmenn eins og okkur að vera með góðan orðaforða á reiðum höndum. Já, mikilvægt. Það hefur nú stundur legið á okkur hérna við sem stundum að sletta svolítið í hlaðvarpinu. Já. Þannig að alla frá okkur sjálfum komið. Já, ég er bleið mitt þetta tók mig til hérna og gerði hérna orðalista, gerði. Ég hérna var sett með hérna orðalista og hlóðan upp í hérna tjatta og baði um að þýða þetta og þannig að þá var ég með þetta þægilegt fyrir fram að mig. Já. Það er sniðugt. Allána. ikg.is, íslenska krossgátur, tekkið þessu. En það er gott að vera komin aftur í stúdíóið og þetta er þáttur númer 123 sem við erum að taka upp hér í dag. Og í dag ætlum við að færa okkur aðeins yfir íslenska sagfræði. Í dag ætlum við að tala um kannski einn af helstu sögustöðum Íslands. Og það er staðurinn Skálholt. Við komum nú aðeins inn á sögu Skálholt síðan það fyrir nokkru síðan þegar við tölum um Þorlák helga og við ætlum að tala aðeins meir um Skálholt og í þettinum í dag ætlum við ekki bara svona þess að tala um Skálholt svona svolítið almennt. Jú. Sem er hann mikla forna höfuðstað Íslands. Einmitt. Sem að það er ekki lengur. Nei. Og það er líka ágætis inngangur að byrja þar því að þú segir höfuðstaður. Ég held að flestir hugsi nú biskupssetur þegar vera að tala um Skálholt. Já. Ég myndi mér að langflestir myndi fara beint þangað, tengja við biskupana. Skiljanlega auðvitað. Já. En Skálholt auðvitað var svo mikið meira en það. Skálholt var náttúrulega, hvað var að segja, ein helsta valdamiðstöð landsins, auðvitað kirkja og biskupssetur allt það, þarna náttúrulega skóli
Einmitt. Eitt mikilvægasti skóli landsins, bókasafn, stórbú, stjórnsýsla var mikil þarna, skólinu auðvitað á mentunin, helgihald, pílagrimstaður, pólitísk átök auðvitað. Einmitt. Og við erum að tala já, alveg gífurlega sögu. Einmitt. Og þess vegna finnst mér sérstaklega að hugsa út í það líka, þú veist, að ok, þú Skálholt fer frá því að vera, já, það sem maður getur sagt kannski höfuð staður og ýmsu leyti, höfuð bóli eða hvað maður kalla það, auðvitað ekki höfuðborgin svo það eru í dag, en engu að síðan svona, já, valdamiðstöð og að fara frá því og verða síðan að þessu, já, hvað var að kalla Skálholt í dag, þú veist, það eru auðvitað kirkjaðar og smá auðvitað starfsemi og safn og slíkt en náttúrulega hvernig við orða hefur munað sinn fíful feguri, sérstaklega við horfum á völdin og ríkidæmið og söguna. Jú. Það var náttúrulega allt annað í dag. En reyndar auðvitað hefur Skálholt gengið í gegnum mikla endurreisn á 20. öldinni. Já. Og það var eiginlega frekar á 19. öldinni sem að Skálholt mátti muna fífil sinn feguri og það eru margar sögur á því þegar til dæmis erlendi ferðamenn voru að koma á Skálholt á þessum tíma þetta var svona margar svona ferðasögur og 18. öldinni reyndar líka en kannski sérstaklega á 19. öldinni eftir 1800 sem að Skálholt fer í mikla niðurníðslu. Já, sérstaklega. Og þá eru til ferðasögur af því þar sem að erlendir svona vellesnir herramenn eru að koma og hlakka mikið til að sjá þessa fornu höfuðborg Íslands. Já. Það sem að höfuðborg þú veist, forn sagnanna var og byggust við að sjá eitthvað mikilfenglegt. En komið síðan bara að þessum litlu kofum sem að stóðu þarna á þeim tíma. Já. En síðan auðvitað hafa menn á 20. öldinni og svona upp á miðri 20. öldinni og var ekki síst fyrir tilstuðlan Sigurbjörns Einarssonar biskups gamla sem að var unni mikið starf að byggja upp Skálholt. Já. Svona upp úr 1950 og svo var núverandi kirkja sem þarna núna sem nú alveg svo svona glæsileg þó hún sé nú ekki glæsilegasta kirkja líklega sem hefur verið á Skálholti. Nei. Það er nú alveg nógu glæsileg svo sem. Hún var vígð 1963 og það var Skálholts hátíð á 7. áratugnum þegar menn voru að halda upp á 900 ára afmæli staðarins eða 900 ára afmæli biskupsdómsins biskupsdómsins held ég að verið 56 það passa 1056 en Skálholt náttúrulega er í eigu íslensku þjóðkirkjunar í dag og þar er vígslubiskupið það ekki, hvernig var þetta aftur? Jú, það er vígslubiskupið þar og það er á Hólum. Líka á Hólum, já. Og það er einmitt líka svona setjum tíma embætti sem er hvað endurist á 20. öld. Einmitt. En jú, það er auðvitað verið endur við kirkjan þarna en einhver síður ég að sló mun og þegar ég var þarna síðast að það svona viðhaldi var alveg ábótavant. Já. Og ýmislegt sem, já, mætti nú gera þarna og þyrfti að gera. Ég hef þarna vígði nefnilega vinapar þarna í Skálholtskirkju fyrir einhverjum árum síðan. Hjónavígslu? Þannig að ég hef meira þess að prestast þarna, já. No. Þannig að það var mjög skemmtilegt. Já. Að vera að brasa þarna á þessum sögufræða stað. Með mitt. Ég ætla að bæta því við að þetta voru á 20. öldinni líka fóru náttúrulega fram þarna miklir fornlega uppgreftir og það var einmitt þarna á 7. áratugnum sérstaklega það sem var fornlega rannsókn þar sem að menn fundu ýmislegt skemmtilegt sem kom upp úr krafsinu fundu þarna til dæmis marga gripi meðal annars glæsilega steinkistu Páls Jónssonar var það ekki, biskups sem er svona þessum gullalda tíma Skálholts 1200 og svo þetta funduður kirkjugrunna gömlu kirknana sem að við getum kannski tala aðeins um á eftir
þær voru margar og merkilegar og svo eins og áhugavert líka eins og það var stofnað þarna Skálholtsfélagið og Sigurbjörn var þar í farabróti og hann hafði svona hugmyndir að Skálholt myndi verða svona þú veist svona miðstöð svona nýrrar svona andlegar vakningar þjóðarinnar og svona miðstöð svona hinna nýju kristni ég veit nú svo mikið hversu vel það gekk en engu að síður ágætis endurreisn staðarins og gaman að koma aðna gaman að skoða mitt ég þátt líka sko til allir með áhvert fyrirbrigði þarna svona pílagrímsferðir hvað við kalla ákveðið fyrirbrigði sem vex stöðugt það fleiri og fleiri sem halda í pílagrímsferðir og töluvert gert það til dæmis í Noregi það gengi til Niðarósdómsins og enn fremur náttúrulega líka ennþá frægari pílagrímsstaðir í Evrópu Spáni til dæmis, Fraklandi og þetta við getum kallað þetta svona ákveðin kannski tegund líka af ferðamannaþjónustu í dag með svona trúarlegu ívafi ég segi ívafi vegna þess fyrir sumaðu það þetta náttúrulega mjög trúarlegt þetta kristinmenn sem að ganga til svona helgra staða en fyrir mjög marga þetta líka hvað við að kalla þetta svona kannski ekki flótti en að þú dregur þig úr nútímanum í ákveðin tíma og gengur í náttúrunni og ferð frí frá starfi og amstri dagsins til þess að huga frekar að svona andlegu málefnum og þetta er alveg fyrirbrigði sem mikið að aukast og það alveg sóknartækifæri þarna líka þá fyrir Skálholt En það þá í tengslu við Þorlák þá eða þessar pílagrímsferðir? Já, náttúrulega út í Evrópu náttúrulega hinur þessi staðir. Nei, ég meina í Skálholti. Já, nei, það sem ég að segja, ég veit ekki hvernig það nefnilega á Skálholti að því við erum að tala það hvað það sé að gera eitthvað meira úr Þorláki og líka eins með Skálholt. Já. Sóknartækifæri, ég veit ekki hvernig það ekki til, hvernig með svona pílagrímsferður í Íslandi. Ég held að sé ekkert mikið það. Nei, það held ég ekki Lappa frá Reykjavík til Skálholts eða eitthvað Til dæmis En það er heilmikið að sé í Evrópu Nei, en samt, fólk að lappa á fjöll og í hinum þessum göngum Þú veist, það svona vakning í þessu Það er enginn sem gerði það fyrir 50 árum síðan Já, þú veist, örfáir En síðan áratugum hefur þetta verið aukast líka En það er líka áhugavert að því náttúrulega svona töluverð vakning í hvað sem við getum kallað svona andlegum málum Hörru, ég sé nú ég var að googla ég sé í nóvember 2022 þá var kaþólska kirkjan á Íslandi með pílagrímsferð til Skálholts. Já. Hvaðan hefur hún þá farið? Ætli menn hafa þá ekki bara hist á Skálholti. Já. Svo pílagrímsferð til Viðeyjar. Já. Pílagrímsferð til Maríulindar. Já. Þannig að þetta er greinilega ennþá gert en þess að ég þekki maður hefur þetta þess að pílagrímsferðir hann í Noregi þetta sem menn að fara þá þetta leiðin merkt sko og svo geta fyrirtæki og hótel eða svona gistiheimili og svona geta merkt sig með merki pílagrímsferðarinnar og þá held ég að þú fáir eitthvað afslátt eða eitthvað ódýrara ef þú ert í pílagrímsferð held ég gistingu og mat og svona held ég á leiðinni en ég þekki þetta ekki sko og svo líka til svona sér svona gistihús sem gera sérstaklega út á það einmitt að bjóða upp á gistingu fyrir pílagríma þannig að bjóða upp á sérstaklega ódýra gistingu og slíkt þannig að það allavega svona einmitt þetta alveg merkilega mikið þetta nákvæmlega Herðu, Skálholt ríkuleg saga ef ekki bara byrja á byrjunni Jú, ég held að það sé ákveðt að byrja á byrjunni Þetta náttúrulega eina af elstu byggðum landsins það hefur verið byggð þarna alveg frá landnámi og talaðum að fornleifafræðin síni að það sé þarna alveg bara frá 9. öld hefur verið byggð á Skálholti Enda náttúrulega gott veðurfar og svona farsær skilyrði til ræktunar og feiki mikið undirlendi þarna, Suðurlands undirlendi og
og slíkt þannig að þú þetta helt uppi stórum bústofni einmitt. en það hangir þetta saman við ættarveldið Já, stórfjölskyldunar á Íslandi og kristnitökuna algjörlega. og af hverju varð getur við sagt, af hverju varð Skálholt fyrir valinu þegar þurfti að koma á biskupstóli, þá var ekki saman við kristnitökurna þar sem að Skálholt var þá nálægt Þingvöllum. Já, en það var samt ákveðin tilviljun í því sko líka vegna þess að biskupsstólinn stofnaði 1056 og það kemur til af því að sem sagt Ísleifur Gizurarson sem var fyrsti Skálholtsbiskupinn og fyrsti biskup Íslands að hann fer erlendis til náms. Hann sonur Gissurs Hvíta Teitssonar, var það ekki? Jú. Það voru stórkallar þarna. Voru þetta ekki Mosfellingar eða hvað þeir voru? Já, ég man ekki hvað þetta Man nú ekki. Þetta voru allavega stórar valdamiklar ættir auðvitað. Og Gissur, hann býr á Skálholti. Já. Það hans jörð. Og hann sendir son sinn í þess nám og það hefur nú stundur verið talað að hann hafi þá verið fyrsti Íslendingunum sem fór í nám erlendis. Já. Það má kannski vera rauk fyrir því. Já. Það hefur þá verið á fyrir hluta 11. aldar einhvern tímann. Já. Og hann fer til Herford í Vestfalen í einu heila rómanska ríki. Það sem að hann sem sagt, lærir svona kristinfræði líklegast. Og svo fer hann til erkibiskupsins í Bremum þar sem að hann fer fram á það að verða vígður biskup yfir Íslandi og hann sendur til Pávans og svo sendur aftur með grænt ljós frá Páfanum og þar hann vígður biskup, það þá 1056 og kemur hann aftur heim og þá í rauninni verður Skálholt effectively biskupsstóllinn sko, af því að hann býr þar. Já. Af því að hann sérst sonur Gissur og hann erfir jörðina. Og síðan áhugavert að þetta í einkaeigu hans svo þegar hann deyr þá, eða lætur af þá sérst eftirmaður hans sem þá Gissur Ísleifsson, sonur hans sem annar biskupinn í Skálholti hann erfir jörðina líka og það svo hann sem að lætur kirkjunni eftir Skálholtsjörðina. Þannig að Skálholt verður kirkjulén. Fyrsta kirkjulín, fyrsta kirkjueignin á Íslandi. Og þetta þetta allt þarna á bara 11. öld sko. Þannig að þegar ég les þetta sko þá maður svona næstu því svona pínu tilviljun sko. Þú veist að það eru þessi gaurar og þeir áttu heima þarna fyrir, skilur hvað ég meina. Ef það hefði verið ykkur annar þá hefði það þannig að geta hafa verið á okkur öðru stórbíli. Auðvitað voru þetta stórmenn sko. Já. Þannig að það hefði vantilega verið eitthvað annað stórbíli. Jú, algjörlega, ég sé það alveg. Ef eitthvað önnur stórfjölskylda hefði mitt, hvað að segja, alið menn af þessum kaliber sem síðan verða þá biskupar. En einhver síður var kannski ekki tilvíðankennt samt að þetta var alltaf stórbíli sem varð alltaf fyrsta biskupssetrið. Vegna sem við alltaf líka tala tíma sem það alltaf var engin það var ekki til kirkjustofnun á þessum tíma á Íslandi. Nei. Jú, það var til einhverjar smá kirkjur eða það var einhvers konar helgihald auðvitað áður, náttúrulega kristni náttúrulega kemur til Íslands með landnámsmönnum hluthaðum allavega. Og þetta náttúrulega tengist náttúrulega líka síðan einu náttúrulega stóru deilumál náttúrulega miðöldu síðan eignarhaldið á kirkjunni staðamálin. Að því náttúrulega á þessum tíma náttúrulega þegar þessar kirkjur eru stofnaður og eins þetta að jú að þó hann hafi afhent kirkjunni Skálholt og þá erum við samt að tala samfélagið sem að gjafa hugtækið var allt annað en það í dag. Þetta þá náttúrulega síðan náttúrulega ástæðan fyrir þessum stóru deilumálum setja mér því þeir gáfu þetta, þú veist Skálholt til kirkjunnar en þeir þar með afhentu ekki eignarhaldið en þetta er alltaf stóra deilumálið það var hinir þess að gáfu kirkjur til kirkjunnar, stofnunarinnar en það sem fylgdi samt gjöfinu var að þeir höfðu ennþá rétt til þess að stýra kirkjunum og til þess að fá tíundina til dæmis sem fór til kirkjunnar
og ráðstöfunarréttur á tekjum kirkjunnar og slíkt. einmitt En náttúrulega síðan þegar kirkjuvaldi styrkist þá er þetta náttúrulega mikil deilumál. Þetta er náttúrulega fyrsti skatturinn á Íslandi er 10. Þar byrjar þetta og svo höfum við skattheimtuna á okkar dögum. En jú, þannig sé að þú veist getum ímynda sér Oddi hefði getið orðið það ef þekkir ekki hversu stórbíl Oddi var eða ég veit það ekki, þú veist, önnur stórbíl á þessum tíma. En engu að síðan náttúrulega lá Skálholt auðvitað vel við því náttúrulega var, þú veist, nálægt Þingvöllum, þú veist, það var tengt líka leiðum að hálendi og milli landsluta og það er auðvitað heldur ekki tilvílun okkur stór höfðingin velur að velja sér þennan stað. Einmitt. Þú veist, Keflavík hefði aldrei orðið fyrir valinu þú veist, eða Raufarhöfn eða eitthvað slíki staðir Langanes og náttúrulega í frjósömu landi og síðan náttúrulega líka miklu eru þetta búskapamöguleikar. Þetta er kannski svolítið hvað kemur undan hænan eða ekki, sko. Þú ert í aðstöðu til þess að stofna fyrsta biskupsstólinn af því þú ert stórkall. Skilurðu, og þú verður stórkall af því að þú kannski býrð á bestu jörðinni eða ert best tengdur eða eitthvað svoleiðis, eða ættin. Og svo vindur þetta náttúrulega síðan upp á sig því þú getur rétt ímyndað líka, maður þarf alltaf að passa sig líka, en þetta náttúrulega spilar það líka hlutverkefna að sumir sáu sér auðvitað hag í því að stofna kirkjur, byrja að taka upp 10. Rétt eins og sumir sáu sér hag í því að ganga Noregskonungi á hönd til þess að geta fara að taka skatt af fólki og greiða til konungs innan geðsalappa svo helst þess miklu á skattinum og gast. Þannig að þetta auðvitað vindur síðan upp á sig náttúrulega og hjálpar auðvitað Skálholti síðan að verða þetta stórbíli sem þetta varð. En það hefur verið nefnt að staðsetningin það var svolítið langt til Hafnar sem gat stundu verið perandi sérstaklega þetta þegar líður á og Skálholt náttúrulega verður stór innflytjandi af innflutningsvörum erlendis frá auðvitað. Vín og rúsinur og viður líka timbur þeir eru að byggja þessa kirkjur sínar og svona þannig að það var svolítið langt niður á var það ekki Eyrar sem að höfnin var það sem Eyrarbakki núna held ég og Heiðarvegi líka vestur eftir út á Vesturland og svona en engu á síður góð staðsetning nálægt Þingvöllum náttúrulega svo segir og þetta er svona kjarnasvæðið þetta á Íslandi á þjóðveldisöldu þetta það er þetta Suðurlands undirlendið þarna það er svona allt þetta á sér stað og en að því að þú ert að tala 10. þetta það er áhugavert að minn tala þetta líka þetta var náttúrulega svolítið svona bröðsulegt í byrjuninni náttúrulega þegar kristindagarinn kemur á Íslandi og þetta voru farandsbiskupar líka sem voru að koma þarna áður en þið stofna biskupstólinn sko. Þeir voru kannski útlenskir og gáttu verið frá ýmsum löndum það er talað að það hefur verið ermskir farandsbiskupar sem eru þá frá sko Armeníu eða eitthvað þaðan í frá sko. Það spyrir alveg ótrúlegt þú hugsaði þú veist á þessum tíma að ferðast allt frá Armeníu til sko litla Íslands og jara veraldar þú hefur séð það eða ekki? Jú og og svo auðvitað þessi góða punktur sem þetta nefna með 10. sko að þegar hún innleidd 1097 að þá gekk það mjög snuðrulaust fyrir sig á Íslandi ólíkt mörgum öðrum stöðum þar sem að voru átökum þetta skilurðu, menn voru ekkert tilbúin til þess að taka upp einhverja nýja skatta en á Íslandi þá gekk það mjög smurt að koma á þessari 10. og þá hafa menn auðvitað bent á það að það hefur verið svo segir eigin hagsmunir stórbóndana, góðana vegna þess að þeir fengu 10. sjálfir af því þeir voru að sinna kirkjónum sko. Hvernig var þetta? Þetta var skipt í sko þetta var 1% eignaskattur og það ekki í rauninni á eignina þína á ári ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta var af því að venjulega þá þurftur að borga 10% af tekjum það ekki en á Íslandi þá var þetta einhvern veginn aðeins öðruvísi í byrjunin þetta var held ég af eignunum þínum og svo er 10. skipt í fernt 1/4 fer til biskupsins 1/4 fer í prestin 1/4 fer í hvað var það? Í kirkjuna? Gæti verið og fátækra aðstóð og svo 1/4 alltaf til fátækra já.
og þá sér maður líka það ekki þannig að allir peningurinn sé að fara til ekna og munaðarleysingja og eitthvað slíkt heldur hluta þessu þetta þá fer í valdaeilituna og svo náttúrulega kemur náttúrulega enn annað atrið inn í þetta þú ert með yngri syni þú ert kannski með tengdasón þú veist, það hinur þessi menn sem þarf að hugsa þá getur verið mjög þægilt að við verum með feit embætti á vegum kirkjunar þetta náttúrulega þannig náttúrulega Ísland náttúrulega þessum tíma þetta var ættarsamfélag og í ættarsamfélagi náttúrulega hugsaði fyrst og fremst ættina og ættbólkiðin og þá náttúrulega mikilvægt að þú koma þá alltaf sínum frendmönnum áfram og svo snýst þetta allt það en það náttúrulega líka það sem svo áhugavert og ég veit ekki hvort við sjá örugglega nefnda áður að náttúrulega kirkja náttúrulega síðan hægt og rólega náttúrulega þurrkar út þessi ættarsamfélög þannig séð og ættbólkan og allt þetta í Evrópu en það náttúrulega eitthvað sem tókur náttúrulega langan tíma það tekur langan tíma að fá þessa að ýmsu leyti svona ópersónlega stofnun út sem kirkjan einmitt sem síðan þetta náttúrulega fyrirmynd ríkisvaldsins en þetta auðvitað kemur líka landinu í svona tengsl við þetta alþjóðlega kirkjustrúktúr og landi kemst í tengsl við svona upprennandi hámenningu í útlöndum og maður getur auðvitað sagt auðvitað að það kannski hluti af almennri þróun sem að innleiðing konungsvalds verður síðan seinna meir hluti af líka og það áhugavert að bara eins og ég var að lesa þetta þú veist þegar þeir tala þetta í Íslendingabók sko þegar þeir stofna biskupsstólinn og síðan hungurvaka sem að svona þessi helsta frumheimild önnur þessa atburði hluta biskupasögum það sem að vera að segja frá þessum fyrstu biskupum á Íslandi þetta alltaf svo magnaðar þessar íslensku miðalda heimildir sko það og það með svo fyndi líka hungurvaka náttúrulega hún heiti það því hún átt að vekja lesandan til áhuga náttúrulega hungra í meira meiri fróðleik sko en þar einmitt sagt frá því þegar þessum atburðum þegar sem sagt þessu Gissur fer erlendis og það er svo magnaðast á þessum tíma fyrir ekki Íslefur fer erlendis til að læra til til þess að taka víxluna og það er svo gaman einmitt á þessum tíma hvað minn tókust þrátt fyrir sko hvað þetta var raskekt skiluru og langt að fara skiluru það var samt farið eftir réttum leiðum þarna þetta var réttur kristindómur skiluru og til dæmis eins og hann sko fer þarna fer og hittir hinn heila rómverska keisara Hinrik III held ég hann hafi verið færir honum ísbjörn að gjöf sko til að fá fyrirgreiðslu sko í ríkinu sko og líka bara pældi því þú veist það hafi verið ísbjörn frá Grænlandi skiluru komið með hann komið með hann til Íslands skiluru og fóruð svo skipið það til Noregs eða þú veist eða var farið með hann frá Noregi eða hvernig var þetta skiluru magna sjá fyrir sig hvernig þetta hefur verið sko og þú veist, og aftur þetta ekkit venjuleg gaurar, þetta náttúrulega algjör stórmenni eins og þú ert að segja, skilur þeir sem hafa efna á því og tök á því að fara í svona ferðir og taka með sér ísbjörn og hitta Rómarkeisaran í hinn heila rómarska keisara, skilur og fá, þú veist, vernd hans og svona og svo sko er hann bara sendur á fund pávans sko skilur, hvorki meirinn minna og svo aftur seinna sko þegar sonur hans fer Gissur Íslefsson sem þá annar biskupinn sá fer líka í nám þarna í Vestfalen og sá fer svipaða leið, hann fer líka til Rómar eftir að hafa verið höfðingi á Íslandi og Austfjörðum og svona en þegar þangaði komið sko þá þegar á að fara vía hann þá skriðingadeilan í fullum gangi og átökin á milli páfans og keisarans í Evrópu í gangi og þá til dæmis erkibiskupinn í Bremum eða verða ekki Bremen þá hann í ónáð af því að sko þetta áður en Niðarós stofnað sko, Niðarós ekki stofnað fyrir en sko 12. öld þannig á þessum tíma þá sem sagt
Bremen erkibiskupsdæmið sem að Norðurlöndin heyra undir og svo Lundur stofnaður Já, og þá það erkibiskupin í Lundi og síðan niður og svona á 11. öld sko. einmitt. Nei, 12. öld fyrirgjöðu. Og já, þannig að þá er erkibiskupin í Bremen, hann í ónáð sko, af því að hann maður keisaran sko. Þannig að Páinn sendir hann þá til einhvers annars erkibiskup sem hann ekki, var það ekki Magdeburg eða eitthvað, einhver annar hann í Þýskalandi. Þannig að þú veist, þetta er svona áhugavert að þú veist, þeir eru með þetta allt rétt sko, skilur þeir eru ekkert að leika sér að þessu, skilur, þetta er alvöru kristindómur hér, gott fólk sko. Já, alvöru löggilding sko, sem verið að setja upp hérna á Íslandi. Og það var þetta líka svo áhugavert að hugsa til þannig að sem Ísland þá sem hluta þá auðvitað að stærra evrósku menningarsvæði. Algjörlega. Og jú, landafræðilega gjörsamlega í aðrinum, en ef við horfum síðan kannski á tengslin og tengsl goðana og þessara stórfjölskyldna inn í evróst samfélag, þá nú kannski Ísland ekki jafn miklu jaðarsvæði og maður kannski myndi ímynda sér. Nei. En þetta var Ísland kemst sem sagt í tengsl við svona hið alþjóðlega svona kristna alþjóðlega kristna heim með þessu og það stofnaður biskupstóll á Skálholti og hann heiti því að þetta land skuli vera biskupsdæmi Íslands svo lengi sem að landið í byggð og kristni í landinu og úrvarðu þetta þessi mikli biskupstóll og við getum kannski talað eins þessa miðaldasögu þetta og svona þennan blóma tíma. En það samt líka skjóta þeirna þegar við erum að tala það hvað að segja, þetta þetta höfðingjastjættin góðadning sem stýrast þess að byrja með og framan af. En svo náttúrulega líka eins og nefnir þarna að þú þarft að gera þetta allt eftir bókinni. Já. Og það náttúrulega setur ákveðin höftu þetta á góðana, á valdastjættina. Því það þýðir þá að þú getur ekki sett hvaða mann sem á biskupsstól eða í hvaða pressaembætti sem þú varst alltaf líka að hafa menntun og löggilding og slíkt en hver hafði ráð á að senda son sinn í skóla til Skálholts það var þeir sem voru eignamenn og velstæður og slíkt en engu að síður þú gast ekki bara sett hvaða mann sem var á stólinn. Nei. En það snúast náttúrulega síðan hinur þessar deilur og miðöldum þetta og miðaldasagan þetta uppfull líka af sögum það sem að hinur og þessi kallari þetta komist í embætti við vitum kardínála sem heimsóttu aldrei heimasvæði sín eða sett svæðin sem réðu yfir biskupar sem fór aldrei í biskupsdæmi og slíkt og mér svo minnist þetta með líka einhver patriarkin í Konstantinópel sem í miðri messu brá sér frá því uppáhalds Mernars var að kasta og mikilvægt að líta á það mikilvægt heldur en messan þetta var það einmitt patriarki sem það engan áhuga á þessu hann var bara út af völdunum og auðnum en það er náttúrulega þá þetta áhugavert samspil þú færðu þetta ákveðið aðhald en það sjáu það náttúrulega líka mikið af þetta miðaldasögun snýst líka það þar sem höfðingist þetta með berjast fyrir því að það væru innlendir menn sem verið settir á biskupsstóluna og það var langt í frá alltaf að það myndi ganga eftir þetta margir erlendir menn sem voru biskupar en samt aftur líka þessu ríkidæmi vegna þess að það sem er svo áhugavert hvernig náttúrulega Skálholtur hægt og rólega verður þó þetta að stað sem þjónar ýmsuleyti sama hlutverki og höfuðborgir gera í dag þú ert náttúrulega með fast þú ert með trúalegt vald þú ert með menntuninu skólir sem stofnaður og við skulum ekki og það má það alls ekki vanmeta hversu mikilvægt það að þú ert með skóla þar sem að elitan kemur saman sendir syni sína og þar fá þeir sömu hugmyndir nokkurn veginn sama uppeldi þannig séð sem auðvitað síðan litar menn þetta er náttúrulega megin atriði náttúrulega í öllu samfélögum að elitan sem stýrir samfélaginu hafi svona nokkurn veginn sameiginlegan hugmyndarheim og heimsýn stjórnsýslarnu auðvitað og síðan náttúrulega ekki minnst auðvitað menningaframleiðsla þú veist hvað eru bækurnar mikið gerðar eða skrifaðar og svo náttúrulega ekki minnst líka náttúrulega tengslinn síðan út við Evrópu
og svo náttúrulega allt saman þá pakkað líka inn í þetta persónulega ættarsamfélag einmitt. sem við sáum náttúrulega síðan að íslenska miðaldir auðvitað eru litaðar af gegnum sér auðvitað íslenska miðaldir Sturlungar og borgarastríðinu auðvitað og allt þetta. Það er áhugavert að þessi skóli hann í rauninni byrja strax bara með fyrsta biskupnum þannig séð Ísleifur Gizurarson sem að fer strax að mennta syni hinn á þessa stórmanna á Skálholti bara leið og biskupstóllinn er stofnaður. En þetta er svo áhugavert við kirkjuna nefnilega að það er þessi rosalegi áhersla á menntun, þetta er alveg sama hvar sem trúbóðar hafa dreipið niður fætið, það er alltaf síðan byrjuð að leggja áherslu á þetta, það þarf að kenna, að því að kristindómurinn er þannig sko, það er rétt trúsi skipt svo miklu máli, það er ekki réttar gjörðir og kristindómurinn náttúrulega er ekki munnlegur, það er alltaf bókin. Kóranin er ekki bók í raun og veru, kóranin er munnlegur, það er miklu flottar að kunna kóranin utan að munnlega og segja hann. Það er margvægt fremra heldur en að sitja og vera að lesa eitthvað, það er nokkuð ómerkilegt í samanburði. Einmitt. En þetta er áhugavert á þessum tíma, þetta náttúrulega það lítur að hafa verið erfitt, það er kannski ekki mikið talað það örugglega í heimildum, en það lítur að hafa verið erfitt til dæmis að fyrir þessa fyrstu biskupa að passa upp á að það sé réttur siður allt land til dæmis. Já. En það sáu þið náttúrulega strax að það var of stórt að hafa eitt biskupsdæmi og strax hvernig var það? 1106 þá stofnað annað biskupsdæmi á Hólum og Jón Ögmundsson sem er fyrsti biskupinn þar, hann er einmitt einn af þessum sem er í læri hjá Ísleifi í Skálholti og svo náttúrulega sonur hans líka auðvitað Gissur sem að tekur við, þannig að þetta er lítill hópur þannig séð. Þetta er það. Enda náttúrulega sjáum við þá náttúrulega síðan út í sögurinn, þetta náttúrulega eru, hvað var að segja, þessi kirkja sem vex í kjölfar kristintökunar eru þetta bara kannski einn svona útlimur ættarsamfélagsins og goðanna og valdakerfisins sem er á Íslandi sem er notað til þess að styrkja sína stöðu. Já, er ekki talað að þetta hafi verið þessi mósfellingar sem að stóðu til dæmis mjög mikið á bakvið bæði kristnitökuna og svo auðvitað og stofnun biskupsstólsins og ákveðin svona patrón ætt kristninar á Íslandi held ég. Já. En svo er þetta líka þegar þú tala með þessa fyrstu biskupa auðvitað var þá síðan vandamál að finna presta sem gotu þjónað kirkjónum og þegar kristni taka á sér stað þá er að tala samfélag þess sem að mikil vöntun á prestum og kannski þeir presta sem voru til staðar jafnvel illa menntaðir eða lítið sem ekkert menntaðir og til dæmis finnum við það í heimildum að það voru kirkjuþrælar, það prestar sem voru þá tengd í kirkjunni sem kirkjuþræll og eina leiðin til að komast hjá því var að taka ungan strák í læri og kenna honum fræðin og þá gat hann tekið við síðan þegar hann komið til ára. En auðvitað breytist þetta auðvitað síðan þegar að kirkjan styrkist sem stofnun og verður auðvitað ríkari og ríkari en líka aftur að menntuninni líka og menningunni við sjáum það líka til dæmis í heimildum í heilagra manna sögum, það eru hinur á þessar dýrlingasögur þýttar yfir á norrænu eða íslensku og þar til dæmis er ein saga sem talar prest sem kom frá Svíþjóð ef mann rétt og þá er það með tekið fram að sá prestur hann talaði ekki eða orða sem svo hann talaði ekki frá hjartanu eða eitthvað slíkt heldur hafði hann predikarnir sínar af bókum það þótti miklu flottara hann var þá með bók sem hann fletti upp í og svo las hann predikun þetta var alvöru lærdómur sko, og þetta er svo áhugavert ef við bara sagði við önnur samfélög þegar við horfum til dæmis á eins og við sé bara Martin Luther King til dæmis sem kemur úr svona ég man ekki hvort það var baptistinn allan og svona þessi kristni hjá svörtum bandaríkjamanum
sem að predikarinn það, hann ekkert að lesa upp á einhverju blaði, þú er búin að leggja predikunum á minnið og þetta allt munnlegt og það eru svar og það kallað og allt annað og það mikilvægt fyrir hjá þeim og margar kirkjustofnanir sem eru svona, að hafa predikun þá bara í orði og lest ekki á einhverju blaði. Það þykir mikið flottara en á miðöldum þá var þetta var príma að lesa upp á bókinni. Já, þetta er svona dæmum svona, það sem að kannski það sem að við tökum sem sjálfsögum hlutu þetta eitthvað neginn sem að kannski er nýjung á sínum tíma. Og þetta er svo áhört líka bara með læsi ef við skýt hérna aðeins inn svona hliðarspor. Það hefur náttúrulega oft á tíðum og í mjög mörgur samfélögum hefur það náttúrulega fyllt því ákveðin virðing að vera læs og það sem skilur þig frá öðrum sem menntamaður eða svona semi-menntamaður og þess vegna til dæmis hafa alveg sumar stéttir hag af því að letrið sé flókið og erfitt og að það sé svolítið svona elítu fyrirbrigði og það til dæmis hefur alveg spilað rullu hvað var allir með kínverskuna og af hverju kínverst letur er svona flókið en það er ekki tilvinnur síðan að kommunistarnir einfölduðu kínverska letrið af því að ég stundu hugsað út í að af hverju verðum svona flókið letur að því sum stafróf eru mikið flóknar en önnur arabiska stafróf til dæmis eins og ég sagt áður alveg hryllilega flókið og snúið að læra samanborið við til dæmis latinska stafrófið sem er rosalega einfalt eða til dæmis rúnastafrófið er mjög einfalt og meðan kínversletur er mjög flókið allavega sérstaklega hefðbundið. Já en þannig að þetta er þá eins og þú ert að segja að þetta sé gert viljandi til þess að hafa læsið meira svona prestigious starf. Já, sumum þá hefur verið þannig og þetta hjá í Evrópu í kjölfar kristintökunnar alltaf var ákveðin upphefðið í þetta að kunna lesa en samt það sem er áhugavert er að hjá sérstaklega þessum germönsku ættbólkum þá alltaf var hernaðurinn mikilvægari þannig að fyrir til dæmis aðalsmenn í Þýskalandi og Frakklandi og langt fram eftir öldum þá var það engin upphefð að kunna lesa þannig að þeir eru þetta börðist leikja mótið því en engu að síður þeir eru þetta litast síðan hægt og rólega af menningu kirkjunnar og sín kirkjunnar og læsi þannig að aðalsmennið er neðast til þess að verða læsir á endanum en það urður það síðan til þess að geta þjóna ríkisvaldinu þeir eru kannski komið meira og svona lok miðalda og svona inn á nýöld. Einmitt. Já. En þá alltaf getur þú séð þetta kannski að það blandi sérstaklega saman þá í Íslandi með svona stórhöfðingja og það er kannski áhugavert líka á Íslandi að þú hafi verið með stórhöfðingja sem voru bæði svona veraldlegir höfðingjar og líka fræðimenn þetta með Snorra Sturluson sérstaklega í huga en líka þessi fyrstu biskupar hér sem við erum að tala er nú góð dæmi það við erum náttúrulega að muna það líka að þeir sem biskup er hann ekkert bara einhver andlegur leiðtogi heldur hann náttúrulega ekki minni veraldlegur höfðingi. Nei. Þetta var svo þetta náttúrulega kemst svona lög og regla á þetta þessi trúarlegu mál og þessi stofnanarlegu mál hjá þeim og Skálholt verður náttúrulega bara eins og þú segir áðan miðstöð og stórbýli og það hafa verið margir sem að byggja á þessum stað. Það talaði að svona 1200 þá hafi verið alltaf 200 manns þarna þegar mest lét og þannig að þetta er svona vísir að þéttbýli á Íslandi og algjörlega ekkert að segja það að þetta hefur verið svona höfuðstaður landsins auðvitað. Já, algjörlega. En eins og áhugavert líka er megniða kirkjurum á Íslandi þetta voru torfkirkjur. Já. Og Ísland náttúrulega lítið skó og ræfislega tré og slíkt þannig að það er alltaf líka sérstaklega áhugavert að þrátt fyrir það þá var Skálholt það ríkt biskupsdæmi síðan og Skálholt til dæmis átti skóa hérna í Noregi sem ég held við höfum nefnt þegar tölum við Þorlák Helga þannig að þeir sóttu timbur og þú ert ímyndaði líka kostnaðin að sigla með timbur frá Noregi til Íslands og eitt nú að bara koma þetta í Íslands en séu náttúrulega líka
hafnakosturinn náttúrulega lélugur og það var langt frá strönd og upp á Skálholt, þannig séð þannig að draga allt timbrið síðan líka þetta norður og byggja þar síðan ekkert bara hvaða timburkirkju sem heldur eina af stærstu timburkirkjum hérna á Norðurlöndum. Og þá getur líka rétt ímyndað þér þú sem miðaldabóndi meira að segja sem höfðingi þú þekkir ekkert annað en torfkofana hvað áhrif það hefur auðvitað haft á fólk að mæta hérna í Skálholt og sjá þessa miklu timburkirkju. Þetta hefur náttúrulega verið mjög mikilfenglegt. Já, hlýtur að vera. Og það er þetta rétt að nefna það er alltaf að tala þetta séu stærstu timburkirkjur á Norðurlöndunum, þessar timburkirkjur, þetta voru nokkrar af því þeir voru alltaf að brenna þessar kirkjur. Já. En það er auðvitað, sko það er alltaf líka út af því að sko dómkirkjurnar á Norðurlöndunum voru úr steini, skilur við. Jú, það má halda líka til haga. Þannig að það má halda því til haga þetta voru þannig að þetta voru ekki stærstu dómkirkjurnar á Norðurlöndunum, þetta voru stærstu trékirkjurnar. En það er nóg til þess að það er stórmerkilegt finnst mér og mér finnst í rauninni alveg magnað að hún sé ekki endurbyggð sko. Það er það til þess að einu af þessum trékirkjum bara svona upp á fönnið sko. Og til þess að bara skjóta inn að það einmitt kirkjan sem stendur þetta núna það talir kannski að það sé svona 10. kirkjan menn veit ekki nákvæmlega þú veist kirkjan sem brann hérna niður þú veist hversu niðurbrunnin var hún eða þú veist eða var þetta bara endurbyggt þú veist var á grunninum eða þú veist og allt þetta þú veist nákvæmlega hvar eru línurnar en allavega svona gróflega sagt getur maður haldið í fram að þetta sé svona 10. kirkjan þetta. Já, það voru margar. Þá það líka til dæmi þá hversu oft þetta hefur brunnið niður. Já. Og líka verið endurbyggt og allt slíkt. Man veit ekki alveg en það fyrsta kirkjan þetta er bara frá kristnitöku þetta. Gissur hvíti reisti hana. Já. Sem talar í heimildum og síðan byggði Gissur Ísleifsson dómkirkju en hún var lítil með það sem kom seinna. Klangskirkja nú kannski þessi fræga held ég það er svona þessi fyrsta stóra trékirkja sem sagt var reist á 12. öld og ég alveg sammálaðar í krosskirkja 49 metra löng og 12 metra breið og þverskipið 20 metra langt. Hvað heldurðu 49 metra löng og þú ber það sama við þú veist spurði ég ChatGPT hvað hann heldur að Hallgrímskirkja sé löng að því hann ekki að researcha það og hann gerir það í skóna að grunnfluturinn sé hérna kannski 56 sinnum 30 metrar þannig að þetta hefur þó verið næstu því stórt og Hallgrímskirkja ef það er eitthvað að marka gervigreindina hér En ég alveg saman árið því að það náttúrulega verður óbúslega flottu að það endur þessa timburkirkju og þá er þetta að gera heilmikið úr því það verður flott og þeir ætluðu nú að gera það held ég hann í nýja miðbænum á Selfossi held ég held að hvort það var í plönunum eða hvort að ég ætla að sé eitthvað tekningar af því menn hafa nú gert svipaða hluti því það með sem við verðum í fréttunum hérna í Noregi að þar var einmitt einhver sem reisti hérna svona stafkirkju mikið með hefðbundnu handbragði og það einmitt þá í svona ferðamanna tilgangi einmitt en já, algjörlega rétt hjá þér og þetta er náttúrulega glæsilegt ef þetta er gert en já, þetta voru sérst glæsilega kirkjur og hérna það er brunnu náttúrulega svo kemur að einhver tíma var sagt að einhver af þessum kirkjum hefði brunnið að því einhver prestur fór ógætilega með kerti hugsa sér maður það getur auðvitað alltaf gerst Paldi að bera ábyrgð á því maður óheppur með það svo einhver tíma laust eldingu niður í dómkirkjuna náttúrulega veit manni ekkert hverjar voru þessar kirkjur svo sem þetta er þarna það heita einmitt þarna Klangskirkja og Gíslakirkja og eitthvað svoleiðis en síðan voru í þessum kirkjum þetta miklir þetta var svo mikið ríkidæmi þetta eins og nefndir áðan þetta voru listaverk þarna auðvitað talaði
og alls konar dýrgripir og eins og við nefndum hérna í þættinum Þorlák Helga auðvitað, þá voru mikið af svona dýrgripum í tengslum við hann eins og til með skrínið sem að skrínið hans sem var úr silfri það talað eitthvað Þorláksbolla og Þorlákskar og hvað þetta heitir allt saman, alls konar svona silfur dýrgripir hauskúpan hans var þarna líka töluðum þetta og mikið af þessum silfurgripum voru breiddir niður eftir síðaskiptin en síðan sé maður líka í seinni tíma ferðalýsingum og svona, þá talað að ferðamenn hafi fengið að skoða gripi á Skálholti sem voru ennþá til og það er til talað það í ferðalýsingu frá lok 18. aldar þegar það er ennþá smá reisn yfir staðnum þá koma þarna einhverjir útlenski ferðamenn og þeim sýnt þarna, var það ekki bara Joseph Banks eða eitthvað líka þeim sýnt, ég man það ekki hverju það voru en þeim sýntir þarna hlutir eins og, Joseph Banks þeim sagði að hauskúpa Þorláks leit út eins og kókosnetta held ég hann hafi sagt og það þeim til dæmis talað að þeim sé sýnt exi Skarphéðins Njálssonar hún fræg manstu hvað hann heitir? Nei, ég man það ekki hún heitir Rimmu Gígur það er ágætt sagt sérna það er talað það í heimildunum og þeir segist að vera að sýna þetta þarna undir lok 18. aldar og svo þegar þeir komið fram á 19. öldina þá er þessi sérstakki dýrgripur horfin þannig að það voru margir svona flotti gripir þarna og aftur þetta sem þú segir mikið innflutt og eins og þetta með viðinn til að landa þessum við þarna í höfninni skilur og svo þetta dregið upp þetta hefur verið alveg svaka framkvæmdir að reisa þessa kirkjur Já, það verður það og mér líka spurning nú hversu mikið var til af innlendum smiðum sem gáttu reist svona byggingar það getur vel verið að þetta flytja það en líka þekkinguna Það getur verið, það er enda að tala það þegar komið fram undir 17. öld að þá Brynjólfur Sveinsson biskup þarna og hann náttúrulega setti svip sinn á staðinn mjög frægur biskup auðvitað en hann náttúrulega þá lúterskur og hann byggir Brynjólfskirkju það er 1650 og það er þetta kirkjan sem margir þekkja því hún á 1000-kallinum hún var reist þarna eftir bruna 1630 og þó hún var í minni heldur en þessar gömlu miðaldakirkju þá þótti hún alveg einstaklega vegleg og það er talað það að það hafi verið safnað handverksmönnum og smiðum allstaðar af landinu, innlendum til þess að byggja þá kirkju hún átti vist að hafa verið alveg einstaklega svona vel byggð en það stóð hún af sér jarðskjálftan sem að eyðilagði öll húsin á Skálholti 1700 hvenær var það 1780 eitthvað ekki 4 já einmitt en Brynjólfskirkja stendur það af sér og hún stendur ennþá í rauninni alveg framundir 19. öld talaði hún standi til 1802 en ég líka lesið það að grunnurinn af henni hafi verið ennþá uppi miðja 19. öld þannig að það er svona síðasta svona glæsilega kirkjan áður en að núverandi kirkja er byggð Já og það er náttúrulega mikil óefni því náttúrulega hvað við segja Skaftáraldur og Móðuharðindinu þarna rétt áður leggir náttúrulega landið mikið í rúst og svo náttúrulega kemur sér jarðskjálfti sér ríður þarna yfir eins og þú segir, húsin hrynja náttúrulega í kjölfarið þessu sem biskupssetrið síðan flutta þetta til Reykjavíkur Já og sama tíma sem þetta er munið að svo sögu en Alþingi hvenær leggja það af formlega var það ekki 1800 eða var það 1800 öld náttúrulega Alþingi náttúrulega er langt síðan það var búið að missa þá stöðu sem það hafði náttúrulega sínum tíma og náttúrulega valdamiðstöðin þá þetta í Reykjavík
Já, það var til 1798 Já. sem að þinghaldi lauk á Þingvöllum og þá það einmitt, já, lögrétta kom saman í Reykjavík. Það auðvitað hluti af náttúrulega því að við erum að færast yfir í nútíman og það verið að byggja upp miðstýrt vald í nýju höfuðborginni því að færa auðvitað alþingi frá Þingvöllum og færa síðan auðvitað Skálholt biskupinn frá Skálholtu og þetta einmitt, já, þess að segir, þetta tengdu auðvitað svolítið við þennan jarðskjálfta. Og það náttúrulega áhugavert að horfa þá líka aftur aðeins tilbaka og horfa þá á Skálholt sem þá þennan stað þar sem að þarna, já, ýmsið getur sagt að svona formleg kristni þetta byrjar á Íslandi, valdastofnun kirkjunnar þarna byggðu upp úr þarna með mjög mikilvæga biskupa sem hefur gífurlega áhrifu þetta á Íslands samfélag, Gissur og Ísleif og Brynjólf og ekki minnst náttúrulega þetta siðaskiptin líka, við hefum náttúrulega getað að tala heilmikið þau en hérna það efni bara í annan þátt setna en til dæmis Gissur Einarsson sem var hérna fyrsti lúterski biskupinn. Já. Og til dæmis Jón Arason og synir hans tveir voru teknir lífið hérna líka. Já, þeir voru hálshögnir hann 1550 og þá hálshögnir þarna og þá líkur kaþólskum sið á Íslandi og þá þetta deilur auðvitað getur maður sagt þetta milli Hóla og Skálholts einmitt. Og ekki minnst náttúrulega líka þetta með skólan sem náttúrulega líka heilmikið efni sem þetta að tala en kannski ef maður nefnir bara snögt eins og við erum búin að fara inn og nú þegar að við náttúrulega tala það náttúrulega að mennta elita eða elitan á Íslandi við þetta var mentu þarna, synir sýslumanna og höfðingja, synir presta og allt slíkt voru til menntaðir þarna í Skálholti. Þannig að þarna náttúrulega mynduðist náttúrulega þetta líka tengsl, vinatengsl og það fengu menn þá líka, já, sömu heimsmynd, sömu heimssýn, rétt eins og bara í dag, það hefur auðvitað heilmikil áhrif á menn hvar þeir í hvað skóla ganga, hvað það til dæmis að fara í nám í útlöndum þetta hefur áhrif á þau allt annan hátt heldur en að læra heima fyrir. Algjörlega. Þannig að þess vegna er svo áhugavert líka að sjá þá einmitt hvernig Skálholti hnignar svona agalega þarna. Já. Og auðvitað líka skiljanar ástæði fyrir því eins og við erum búin að nefna móðuharðindin og allar það hörmungar, skjálftinn og svo ekki minnstu auðvitað Reykjavík að vaksa þannig að það má segja kannski skjálftinn 1784 sko, það svona gerir útslæðið svolítið. Já. Í kjölfarið á því sko, þá var ákveðið að flytja biskupstólinn til Reykjavíkur og þá eru þeir líka hann auðvitað lagður niður á Hólum líka. Já. Það gert árið 1801 þá biskup Íslands embætti stofnað, þá það lagt niður á Hólum líka. Já. Þannig að það svona hluti af þessari þróunu þetta. Já, og það sem er svo áhugavert líka síðan að þessi embætti hafa verið endurist síðan setna mér. Já, sem svolítið svona ceremonial embætti, en það líka bara flott. Jú. Það mjög sniðut. Já, það skulum ekki vann með þetta ceremoníinu líka og aðtatnirnar. En svo sem að myndi segja kannski að það voru eitthvað hugmyndir það þarna á 20-öldinni hvort að þetta gefa Karlsruhe-kirkjunni Skálholt. Já. Það var nú ekki úr því. Nei. En ríkið einmitt egnaðist Skálholt, það hefur verið svona 1940 og eitthvað, svona kringum 1950. Já. Og hefur síðan auðvitað verið svolítið svona sögustaður. Það kannski auðvitað að kafa kannski í svona eins aðra þætti Skálholts betur við fleiri tækifæri. Þetta kannski svona ágætis yfirferði yfir svona megin straumana og upphafið. Já, algjörlega við kannski að taka fyrir eitthvað svona slúður og svona juicy atburði fyrir tíma, eins og til dæmis Brynjólf kallinn og allt í kringu dóttur hans. Já. Til dæmis bara það nú kapl út af fyrir sig. Já. Hvað var það? Allt fjölskyldu drama þar. Nei, hún dóttir hans, hún ekki Rannveig. Já.
þetta stórt mál og þetta verið gerð þarna, skrifað þetta skáldsögur og leikrit og veit ekki hvað en allavega Ragnheiður Brynjólfsdóttir já. Hún var þá sökum að hafa verið í ástarsambandi við kennara sinn, Daða Halldórsson og hún sór opinberan eið þess efnis að það stæðist ekki nema hvað að hún fæðir síðan barn 9 mánuðum setna og sumir hafa nú velt fyrir sig hvort að það gæti svo sem verið að hafi rétt þá þegar hún sór eiðin að þau hef ekki sofið saman en hún hafði síðan gert það þá stuttu eftir eiðin en þú veist að engin veit neitt um það en allavega barnið fæðist 9 mánuðum setna og þetta var mikill skandallu og sérstaklega náttúrulega biskupsdóttirinn einmitt og mér finnst þetta líka svo áhugavert og það var gaman að tala um þetta það er líka að bera þetta saman við Abelard og Heloise sem alveg fræg miðaldasaga það var einmitt það sama sko, hún Eloise var nemandi hans Abelard er þessum svona stærstu hugsuðum miðalda guðfræðingur og skrifaði heilmikið og var frægur á sínum tíma og það var einmitt líka mjög áhugaverð saga þess að þau skrifaði einmitt síðan ástarbréf og mikill harmleikur og ýmislegt sem gekk á þar þannig að þetta nú gerst en síðan náttúrulega líka spoiler að þau deyja síðan svo mörg þetta fjölskylda hans Brynjólfs þetta stuttu síðar þú veist hún Ragnheiður deyr jú ung og bróðurinnar deyr síðan líka sonur hennar og eiginkona Brynjólfs þannig að Brynjólfur missir síðan alla nánustu fjölskyldu sína já. Þannig að það þetta mikill harmleikur já. Og svo líka svo áhugavert líka að tala heilmikið Brynjólfur því hann náttúrulega stóð fyrir hinnum og þessum svona rannsóknum og hann var náttúrulega handritasafnari já, ekki minnst einmitt og það hlutið þetta sögu Skálholts að það voru handrit þar já. Sem að hann hefði byrjað að safna sem að síðan auðvitað okkar allra besti Árni Magnússon tóku í keflinu einmitt þannig að það ýmislegt í þessu en við ætlum svona aðeins að tala bara í þettinum í dag svona fara svona yfir sögu Skálholts svona almennt og kannski svona einmitt þetta sem svona þennan áhugaverða hlut Skálholts sem svona þessi svona höfuðborg Íslands innan gæsalappa eða höfuðstað Íslands á miðöldum og það auðvitað þessi miðaldasaga og þess vegna kannski ekki skrítið að einhverjum datt í huga að Skálholt ætti kannski að gefa kaþólsku kirkjunni það því að þetta auðvitað tengist gullöld Skálholts auðvitað er á kaþólsku tímanum og í tengslu við Þorlák Helga auðvitað og költið í kringum hann og þessar stóru timburkirkjur auðvitað er á þeim tíma Skálholt auðvitað lifir af síðaskiptin sem svona þessi valdamiðstöð heldur áfram að vera það þó í svona ekki jafn svona mikilvægt eins og það kannski var og fær samt auðvitað eins og þú segir þetta með að það auðvitað þessi saga með Jón Arason og svona í sögulegu minni Íslendinga auðvitað það alltaf verið duppað upp sem svona í einhvern svona þjóðurnislegum blæju auðvitað og þá lifir auðvitað það af sem hluti af sögu þessara staðar en einmitt ekki bara í þjóðurnisíkjunni menna ég var að mynda að vísa hérna í það áðan að Karlsson kirkjan á Íslandi hefði verið með pílagrímsferð til Skálholts árið 2022 og það segi ég bara því ég googlaði það bara þetta var fyrsta sem kom upp hérna og þá sé ég það að svo pílagrímsferð átti einmitt að fara að steininum sem að Jón Arason var hálsökvin á sem þetta hvað við segja ákveðin strategía kannski í sögu kaþólsku kirkjunnar á Íslandi þetta og svo þetta svona þessi niðurníðsla Skálholts þetta eftir 1800 sem er svona hluti af svona þessu nýja Íslandi Íslandi nútímans sem að byggir ekki lengur á þessu forna menningarsvæði sem er þarna á Suðurlandi heldur nýja valdamiðjan sem er í Reykjavík borgin við Sundin það sem að þú ert með miðstöð konungsvalds að því þar auðvitað var miðstöð konungsvaldsins náttúrulega á Bessastöðum og er svona hluti af því þannig að þetta áhugaverð saga og við þurftum algjörlega að skoða nánar aðra þætti svo til með skólahaldið og Brynjólf það verið gaman að tala sérstaklega hann Já, það sérstaklega líka því það hló ég að kalla slúður og kjaftasögur og slíkt en
en það náttúrulega hangir þetta saman við náttúrulega félagssöguna Já, að því að svona málu þetta var bara ljósu þetta á samtíðar anda og hvernig fólk lifði maður líka fengið svona hvað við að kalla kannski svona manneskulegri sína á söguna svo þetta ekki bara sem hvernig atburðin eftir öðrum heldur líka lífandi personur já Einmitt nákvæmlega Svo það nú ekki hæfandi Norrlendingum eins og okkur annað heldur en að við tökum hóla fyrir líka Við þurfum að gera það Ég var að hugsa það líka Við var að fara í gegnum þetta algjörlega Við þurfum að taka hóla fyrir Við tökum hóla fyrir Okkar mann þar, Guðmund góða og eitthvað svona Okkar maður sko. Já Herra, þetta ágætt Þá held ég að við bara pökkum saman hér og segjum að þetta er gott hér af þessum umræðum í bili við minnum hlustendur á vefsíðu þáttarins söguskoðun.com Hlaðarpi söguskoðun á Facebook og þar er þetta nálgast Hlaðarpi söguskoðun á öllum hlaðarpsveitum þar sem að þú nálgast hlaðvörp að því sögðu kveðjum við hérna í dag og þökkum fyrir okkur veriði sæl